Þorsteins þáttur tjaldstæðings. Úlfur hét maður bjó á Þelamörk. Hann var Hersir. Hann bjó á Fíflavöllum í Tindastal. Sonur hans hét Ásgrímur. Hann átti Þorkötlu kölluð var Bringa. Ásgrímur tók við föðurleifð sinni og var hinn mesti mannsóma maður. En Ásgrímur fór í víking, þá var kona hans vanheil, og vildi Ásgrímur láta út bera barnið. Hún varð léttari kveldið, hann skyldi fara morguninn. Ásgrímur hvatti til þræl sinn að grafa sveininn. Hann svarar: mun eigi ráð að búa gröfina. Ásgrímur kvað það vel mega, en sveinn lá á gólfinu. Þá heyra þeir að sveininn kvað: láti mög til móður, mér kalt á gólfi. Hvar minni sveinn sæmri an að síns föðurs örnum. Þarfat járn að eggja, né jarðarmen skerða. Léttið ljótu verki, lifa vilk en með mönnum. Þá mælti Ásgrímur: við skaltu lifa, frændi, og munt verða hinn mesti merkismaður af þessum fyrirburð. Síðan lét Ásgrímur hann vatni ausa og var kallaður Þorstein. Þá var Haraldur hárfæri konungur yfir Noregi og hafði mjög lagt land allt undir sig að sköttum. Hann heimti til sín þann mann Þórarinn hét og var konungsfrændi og bjó í Þrumu. Konungur mælti: ég veit að eigi hafa skattar goldist af Þelamönnum. Nú vil ég að þú heimtir af Ásgrími syni Úlfs Hersis, því að engum gef ég upp mína skuld. En það hefi ég sannfreyið að þeir feðgar hafa mikinn áhuga haft síðan ég fekk Noreg með svo miklu starfi, þá vil ég hann hafa með öllum skildum. Þórarinn kveðst mundu fara erinda konungs, en lítt segir mér hugur að þeir muni svara. Konungur mælti: þá skal vita hvári ríkari eru, en mæl til alls vel í fyrstu. Fer hann nú og hittir Ásgrím, ber upp konungs erindi og krefur þar þvílíks fjár sem annars staðar. Nú gerið yður eigi endæmi að halda réttu fyrir konungi. Ásgrímur svarar: það hygg ég að mínir frændur sitja á þessum eignum skattlausum. En þótt konungur sjá ágirnis meira en menn viti dæmi til, þá vil ég þó frjáls vera og engan skatt gjalda. Þórarinn kvaðst ætla að hann myndi óveturlega fyrir búast, og hefur þeim mönnum eigi veitt að deila kappi við konung, sem ekki hafa verið óríkari menn en þú ert. Fer Þórormur á konungs fund og segir honum sá búið. Konungur mælti: skjótt mun við gera skiptin þá. Við munum eignast land hans og lausafé, en ætla honum lengð af jörðu. Og hvatti til Þóri ármann sinn að gera til hans. En Þórarinn var í bruttu frá Ásgrími, átti Ásgrímur þing við bændur og mælti: það meiri ván að konungur sjá taki þunglega váru máli. Nú vil ég senda honum gjafar en eigi skatt, og gera ég það fyrst minna manna. Síðan valdi hann til sendimenn og færa konungi gjafar. Það var hestur gauskr og þar með mikill silfur. Koma sendimenn fyrir konung og mæltu: Ásgrímur Hersir sendi yður góða kveðju og ríki yðru, en hann hefur spurt orðsending yðra skatt, en hann vil eigi hann gjalda, heldur hefur hann sent yður margar víngjafar. Konungur mælti: berið aftur gjafar hans allar. Ég skal konungur í þessu landi og setja lög og rétt, en eigi hann.
Nú verða sendimenn aftur að fara við svo búið, og á þessi stundu kom Þórir og lét Ásgrímur þings kveðja. Þá stóð Ásgrímur upp og mælti: Vita munu þér ákall við oss af Haraldi konungi. Hek ek nú hér vera komna vel flesta bændur af Þelamörk, þá ráðamenn eru. Nú vil ég að við verðum samdóma fyrir konungsmönnum að eigi brjóta þetta á mér einum. Það mest ván að konungur leggi fjandskap á þann fyrir beitist. Nú vil ég vita svör af yður. Bændur létust hann hafa fengið formælanda fyrir sig, en ekki oss skatt að gjalda. Þá velið þér yður þann, sagði Þórir, sem verst gegnir. Hafa margir þeir borið lægra hlut fyrir Haraldi konungi, svá myndi sýnast sem hvergi myndi hafa minni hamingju og hafa þó lágt fyrir honum farið. Ásgrímur svarar: Á það vil ég sátt vera sem aðrir bændur vilja. En þingið var sett við skóg nokkurn, en þingið raufst, þá mælti Þórir við þræl sinn: Gakk þú til og drep Ásgrím og leita þegar í skóginn. Hann gerir svá, leitar fram í milli mannanna og hjó hann þegar bana högg. Og svá hafði konungur ráð til sett, en bændur drápu þegar þrælinn. En Þórir komst þó nauðulega í skóginn undan og síðan til skips, fer nú á konungsfund og segir honum sem komið var. Konungur mælti: Trautt mun fást hugfullari þræl, og því fekk ég hann til að ég vissa að sá myndi feigur hann vægi. En sárt vildi ég leika alla þá mér brjótast í móti. Þorsteinn Ásgrímsson var í hernaði og var manna gervilegastur, mikil og sterkur. En hann kom heim úr víkingu, komu menn á fund hans og segja honum líflát föður hans. Þorsteinn svarar: Bitu hann ráðin Haralds konungs, en brátt mun eftir verða ættvára, ef Haraldur konungur skal ein fyrir sjá. Síðan varði hann föðurleið sinni í silfur og lausafé og kveðst ætla að hann myndi eigi keppa við Harald konung, en þá var för mikil til Íslands úr Noregi eftir þau stórvirki menn ráku harma sinna. Nú bjóst Þorsteinn til Íslands og með honum Þorgeir, bróðir hans 10 vetra gamal, og Þórunn, föðursystir þeirra, fóstra Þorgeirs. En búið var skip til hafs, þá mælti Þorsteinn við félaga sinn: Það myndi faðir minn ætla, þá hann lét mig eigi út bera, að ég mynda nokkuð minnast að hefna hans, ef hann yrði eigi sótt dauður. Nú þó að eigi komið þar niður sem vera skyldi, þá þó eigi ámælisvert að jafnmenni kemur fyrir. Nú skal ég fara í þrumu til Þórorms. Og sá gerir hann, koma þar á náttarþeli og tóku hús á þeim. Þá mælti Þorsteinn: Nú skulu menn það vita, að ég ætla hér til föðurhefnda og vildi ég hafa þar til Eðvart liðsinni. En þeir sögðust honum veita skyldu slíkt þeir mætti. Síðan slá þeir eldi í bæinn og brann þar inni Þórormur og sveit hans öl. En morguninn höggva þeir upp búið og bera til skips, láta í haf eftir það, og lést Þorsteinn nú fúsar í haf að láta, en þá að honum var því brugðið á Íslandi að hann hefði eigi hefnt föður síns. Þeir láta nú í haf og koma skipi sínu í Rangarós, en sá maður var fyrir sveit Flosi hét og var Þorbjarnarson. Hann var landnámsmaður, víða menn til skips, kom þar Flosi og kannaðist hann þegar við Þorsteinn og spurði hann hvað hann hafi til rekið að fara út hingað. Þorsteinn mælti: Ég hefi farið sem sumir aðrir heldur skyndilega af Noregi með vandkvæði og nú í sökum við Harald konung. Nú vildi ég hér staðfestast og vera frjáls. Hann kvað slíkt þá menn henda sem ekki vilja láta yfir drífast, en við skulum þér vel fagna. Hann nam land að ráði Flosa fyrir ofan Víkingalæk og út til móts við Svínhaga,
bjó í Skarði innu eystra. Hann átti Þuríði dóttur Gunnars Sigmundarsonar, Sighvatssonar hins rauða, fell við Sandhóla. Sighvatur hinn rauði átti Rannveigu dóttur Eyvindar Lamba, Berlukárasonar, systur Finns, föður Eyvindar skáldaspillis. Sonur Þorsteins og Þuríðar var Gunnar. Þorsteinn var drengur góður og sérgnógur alla hluti. Það var sagt að skip kom í Rangárós. Það fylgði ósvipur mikill og sjúkleiki, og sá menn við að koma að til þeirra, að eigi fengi menn illendi af þeim, og fórsvá hríð. En Þorsteinn frá þetta, hvað hann mönnum eigi sama að þeir færist af bjargleysi. Fór þá Þorsteinn að fund þeirra og spyr með hverju móti vera sótt þeirra. En þeir sögðust orðnir fyrir gerningum, en nú vil engi ásjá með oss. Þorsteinn mælti, mun eigi það vænst að þér farið með oss. En þeir koma heim, hvað Þuríður eigi meðal enda í vera, hvað hann tók til, og vildi flýja bæinn. En Þorsteinn hvað eigi það skildu, og bjó eitt tjald skammt frá bænum. Því var hann kallaður Þorsteinn tjaldstæðingur. Nú gerðist hallari mikill yfir þeim, svo að engi mátti hjá þeim vera nema Þorsteinn einn. Og ekki var athæfi þeirra friðlíkt, því að sá þeirra sem lengst lifði fal silfur mikill og vildi að engin nyti. Þorsteinn átti síðar Þuríði Sigfúsdóttur. Þeirra sonur var Skeggi, faðir Gunnars, faðir Skeggja, föður Lofts, föður Guðlaugs miðs.